Já, góðan daginn. Jónas Þórðarsson heiti ég. Ég er kjötiðnaðarmaður, slátrari og bóndi og annar eigandi af Frávik EHF sem er kennslu- og ráðgjafarþjónusta í matvælaiðnaði. Og ég ætla að fara núna svona snögglega yfir helstu handverkfæri sem við notum við okkar störf. Ég er hérna með tvær gerðir af hnífum og þetta er bara hefðbundinn úrbeiningarhnífur. Hann er 5 tómur eða sirka 13 cm og þið sjá að hann er svona boginn aðeins fram og það er til þess að sé þægilegur á hendurnar ef við erum úrbeina. Og það er til nokkra gerðir af þeim. Þessi hérna er stífur meðan þessi hérna er hálfstífur. Þannig að hann blaði sveigist aðeins meira og er fyrir vikið þægilegra á úlnliðin þegar við erum úrbeina. Og þetta er sá hnífur sem ég nota hvað mest sjálfur. Ég nota aldrei stífan hníf. Svo erum við hérna með tvær gerðir af stálum og þetta er bara gamla hefðbundna stálið sem að flesti þekkja. En þetta er ferkantastál, þannig að það er fínt öðrum megin og svo gróft hinum megin. Og þegar við stálum þá byrjum við að stála með grófa hlutunum og síðan klárum við að stála með fína hlutunum. Svo er þessi stál hérna sem kallast klappstál og þessi stálur eru mjög algengið innan í dag. Þau hafa þann kost að það eru mjög þægilega, það getur hver sem er að lært að stála með. Það er einungis gert svona með að draga hnífinn í gegn. Og svo er hægt að skipta fjaðrirnar í þessu stáli þegar það er slitna, þannig að stálin endast mjög lengi og það er hægt að endurnýja fjaðrirnar til þess að laga það bitið. Síðan hefum við hérna sax. Þetta er nú notað til þess að höggva þessu undir bein. Þetta er ekki notað kannski mjög víða, helst í kjötborðunum, en ágætt stundum með þetta. Svo höfum við hérna svona brynju fyrir þá sem eru úrbeina mikið og það er mjög algengt í dag til þess að verja kviðinn á okkur. Þannig ef að menn taka hnífinn og setja inn í magann á sig þá lendir það í brynjunni en ekki á kafi kviðnum. Og svo síðast en ekki síst, þá hef ég hérna eina gerða stálhanska. En þetta notum við allstaðar þar sem við erum að úrbeina að einhverju viti til þess að verja okkur hendurnar. Takk fyrir.